Sölumál. Þetta eitthvað sem allt of oft gleymist að leggja áherslu á í fyrirtækjarekstri og það er í rauninni alveg fáránlegt að þetta er í rauninni það sem skapar tekjurnar fyrir fyrirtæki og tryggir það að fyrirtæki geti starfa áfram. Og ég hef verið nógu heppinn til þess að fá að mentora og vinna með hundruð ungra fyrirtækja, bæði hér heima á Íslandi og út í Kanada þegar ég bjó þar. Og það þetta er algengasta vandamál hjá bara öllum ungu fyrirtækjum sem ég hef hitt er það að þeim skortir hæfileikana til þess að geta selt. Og málið er það skiptir engu máli hversu góða vöru þú býrð til, ef þú getur ekki selt hana að þá ertu ekki að fara að fá neina tekjur og þá er fyrirtæki ekki að fara að ganga upp. Þannig að lykillinn í rauninni að fyrirtækjarekstri er að geta breytt vörunni að þjónustunni ykkar í tekjur. Þar koma sölumálin. Og sölumál eiga það til að vera með svona, margir eru með svona neikvæða ímynd af hvað sölumál eru og halda þetta í hugsa sér alltaf svona eitthvað svona aggressívan bílasölumann eða eitthvað svoleiðis. En það er ekki það sem sölumál ganga út á. Sölumál í rauninni ganga út á bara að veita góða þjónustu, góðar upplýsingar og í rauninni undirstrika við viðskiptavin hvað virðið af vörunni er til þess að reyna sannfæra það að þetta sé rétt að varan fyrir. Þannig að góður sölumaður á í rauninni að hjálpa kúnnanum en ekki að pranga ykkur upp á hann. Þannig að ég ætlaði svona bara að fara yfir nokkur leiðir, nokkur atriði til þess að hjálpa ykkur að verða betri sölumenn. Og það kannski fyrsta er það að þið þurfið að vera sérfræðingurinn vörun ykkar. Ef þið eru að selja eitthvað þá þurfið þið að þekkja vörun ykkar betur en nokkur annar og geta svarað öllum spurningum og vita kostina og gallana og bara þekkja eins og handabakið á okkur. Þið þurfið líka að skilja hvað virði varan hefur fyrir viðskiptavini. Og þarna erum við ekki að tala einhverja þarna erum við ekki að tala einhverja eiginleika á vörunni sem eru flottir eða skemmtilegir eða eitthvað svolítið. Við erum að hugsa hvað er virðið. Það er að segja hver eru verðmætin fyrir viðskiptavininn að fá þessa vöru. Mun þessi vara spara viðskiptavinnum tíma? Mun hún auðvelda viðskiptavinnum að gera eitthvað? Það er í rauninni þetta sem þið þurfum að hugsa Þið þurfum að hugsa þetta út frá sjónarhorni viðskiptavinnans. Hvernig myndi líf hans breytast til hins betra ef hann myndi eignast þessa vöru eða ef hann myndi kaupa þessa þjónustu? Síðan þurfum við í rauninni að vera búin að æfa kynninguna á vörunni, sölukynninguna. Og þið þurfum að þekkja sölukynninguna alveg út og í gegn. Þannig að alveg sama hvenær tækifæri gefst til þess að kynna vöruna fyrir einhverjum, að þá séu þið alveg með á hreinu, þetta eru kostirnir við vöruna, svona lítur hún út og bara svona eru búin að alveg þaulskipuleggja hvernig ætla að koma þessu frá okkur. Og mikilvægt er líka að geta kynnt vöruna á mjög stuttan og hnitmiðan hátt og vera ekki að flækja þetta alltaf mikið. Það vil enginn heyra alla kosti vörunar, þið þurfa átt okkur fyrir mesta virðið og búa til í rauninni sölukynningur út frá því. Þið þurfum líka bara að vera rosalega ófeimin við að sækja á hugsanlega viðskiptavini. Fyrsta fyrirtæki sem ég stofnaði þá var ég að leigja út kaffivélar og vaskæla og annars lítið fyrirtækja, hún var að þjónusta það. Og það sem ég myndi gerði þá var það hreinlega bara í útbjó bara lítið svona sölu bækling eða svona sölu möppu og ég fór bara og í þau svona, hvað sem var það, götur þar sem að í rauninni voru mikið af fyrirtækjum, iðnaðargötur og skrifstofugötur og annars líkt og ég bankaði bara upp á hurðina hjá öllum þessum fyrirtækjum sem voru þarna og bara, góðan daginn, ég er að leigja út kaffivélar, hver er það sem sér vanlega þessa hluti hjá okkur? Og málið er það að með þess að gera þetta svona, þá kemst maður einhvern veginn betur inn til viðskiptavinarins en maður þarf að vera nóg ófeiminn til að gera þetta. Það er alltaf einhverjir sem hafa ekki áhuga en fyrir suma sem maður bankar upp á þá er það kannski einmitt það sem þeir vantaði þannig að maður er í rauninni að hjálpa þeim að fá það með auðveldari hætti. Við þurfum líka að vera ófeiminn við að taka upp símann og hringja. Þetta er eitthvað sem þegar ég var á táningsaldri þá starfaði ég í rauninni við símasölum og
það var örugglega einhver besti lærdómur sem ég hef fengið. Að ég var tiltölulega lélegur í þessu til að byrja með og hérna gekk illa, en ég var bara nógu duglegur við að hringja og staðreyndin er svo að því fleiri aðilar sem maður hringir í og fleiri aðilar sem hefur samband við, því meiri líkur er á að maður ná í sölu. Þannig að þið þurfum bara að vera ófeim með þetta. Bankadyr, taka upp símann og hringja í fólk eða reyna að koma vörunu eða kynna vöruna fyrir þessum aðilum með öðrum hætti. En mér hefur líka fundist að vera gott ráð að ef hægt er að bjóða upp á eitthvað ókeypis, þetta kemur viðskiptavinum aðeins og bragðið á vörun ykkar, lefa hann að kynnast einu og átt að sjá hvort hann vilja eiga meiri viðskipti við ykkur eða ekki. Og sem dæmi eins og ég sagði með fyrra fyrirtæki sem ég var með, sem ég var að leiga út kaffivélar og vaskæla og þjónustuflutning og það sem ég gerði þá þegar ég var búinn að banka upp á dyrnar og var búinn að tala við einhvern aðila sem að hafa eitthvað þetta að segja, þá sagði heyrðu, ég vill bara svo til að ég er með tilbúna kaffivél út í bíl. Ég skal koma, ég skal sitja upp í kaffistofunni hjá okkur. Ég geti pröfa að hafa hana bara í viku, alveg frýtt. Ég skal gefa ykkur baunir með og þjónustun alveg og svo kem ég aftur eftir viku og þá getum við spjalla betur saman hvort ykkur litist á hana ekki og ef ykkur líst ekki á hana, þá tek ég hana bara burtu og það kostar ykkur ekkert. Ég get sagt ykkur það að oftar en ekki, að þá sagði fólk já við þessu og oftar en ekki þegar fólk var búið að venjast því að vera að drekka gott kaffi í vinnunni í þessa viku, að það var svolítið erfitt við að fara tilbaka. Þannig að þarna var ég komið leið sem að tryggði mér ansi margar sölur. Þannig að það að bjóða eitthvað ókeypis í upphafi gefur viðskiptavinum tækifæri að kynnast þér og þjónustuðinni og opnar betur upp á þann möguleika á síðan að selja þeim eitthvað. En mín skoðun er sú að lykillinn að sölumálum er traust. Að það sem þið alltaf að fókusera á í sölumálum er að byggja upp traust gagnvart viðskiptavinum og það er hægt að gera það með mjög misjöfnum hætti en ef þið ná að byggja upp traust þá á hann eftir að eiga meiri viðskipti við ykkur í framtíð.